Föstudagur. Nei, ég treysti mig ekki fara núna, ekki núna. Ég get ekki farið inn á veginn og hvernig þú veist, maður er bara hræddur. Og þú veist, þú ætti að fara þvera veginn alveg þegar umferðin er mikil, þú veist, gleymdu þessu. Þetta er bara alveg hræðileg stað eins og þetta búið að vera. Hér er umferðin mjög hröð og það er mikil umferð. Það er mikil hætta. Þetta er ekki náttúrulega þegar bílar mætast, þá er ekki náttúrulega örfáir metrar á milli þeirra, sko. Þannig að við áttum okkur því að það þarf ekki mikið til að það getur orðið stór slys, sko. Á Kjalarnesi erum við að breikka hringveginn. Hann er núna 1+1 vegur og það er verið að tvöfalda veginn, þannig að það verða aðskildar akstursstefnur og helsta markmiðið er náttúrulega að bæta umferðaröryggi. Það sem við erum að fara að gera núna er að búa til nýja akrein, tvöföldun, sem nær hérna frá Kollafirði og upp að Grundarhverfi í norður. Upphaflega átti að bara breikka núverandi veg og bæta annarri akrein utan á núverandi veg, en jarðvegsrannsóknir leiddu það í ljós að þá hefði núverandi vegur bara farið að síga niður, þannig að í rauninni hafa farið út í það að búa til bara nýja veglínu til hliðar. Á sama tíma þá erum við að byggja til sveitavegi eða hliðarvegi sem sinna þá umferð frá svæðunum hérna í kring. Þau safnast þá inn á hliðarvegi og fara þá út á einum stað inn á hringveginn sem verður þá hringtorg. Vegagerðin býður verkið út og það er samstarf við Reykjavíkurborg vegna stígana. Það er ekki eingöngu hjóla og göngustígar, heldur eru reiðstígar líka og af 5 undirgöngum sem verða á þessu 9 km kafla þá eru 3 sem eru reiðfær. Reiðstígurinn er þá bæði meðfram Vesturlandsvegi og upp í hlíðinni, en samt ein leið. Þetta er náttúrulega annars vegar vegagerðarhlutinn og hins vegar lagnarhlutinn. Veitur eru hér að leggja nýja háspennustrengi ásamt hitaveitulögnum og vatnsveitulögnum til þess að auka rekstraröryggi allra veitnanna hérna á svæðinu að framkvæmdum loknum. Gott samstarf er í rauninni forsenda þess að verkefnið geti heppnast vel. Og það er þetta samspil að geta unnið framkvæmdirnar en samt sem áður að halda rekstrartruflunum í lágmarki þannig að notendur okkar taki sem minnst eftir framkvæmdunum allavega heima hjá sér. Helstu áskoranirnar eru náttúrulega bara þær að fólk og fyrirtæki hafi vatn í krananum og heitt vatn í ofnunum og rafmagn til þess að kveikja á sjónvarpi og brauðristinni svona á morgnana. Það er náttúrulega ákveðið rask á framkvæmda tíma fyrir aðila hérna á svæðinu. En það sem að verður náttúrulega endanum sýnilegt er vinna vegagerðarinnar en okkar vinna, það er að segja vinna fyrir veitur, hún er náttúrulega öll ósýnileg þegar að framkvæmdum er lokið. Já, ég held að þetta verður bara rosalega gott fyrir okkur öll. Þessi vegaframkvæmd hefur náttúrulega bara mjög mikil áhrif á okkur því að þetta kemur náttúrulega til með að auka umferðaröryggi okkar sem erum að ferðast hérna ekki bara íbúa, heldur bara alla sem eru að fara að nota Vesturlandsveginn. Sérstaklega kannski mikil áhrif á íbúana í sveitunum. Þau þurfa ekki lengur að þvera veginn. Þannig að við fögnum þessari framkvæmd. Það er svona, þegar maður vinnur hjá vegagerðinni og þegar þú ert búin að vera í verki, þá finnur þú fyrir ákveðnu stolti þegar þú keyrir vegina sem þú hefur tekið þátt í. Þetta er óskaplega skemmtilegt. Framtíðin er björt. Framtíðin er okkar núna.